Hvað eru ágengar tegundir? Þetta eru tegundir sem eru fluttar af mönnum, berast ekki með dýrum eða vindi á milli landsvæða. Eru fluttar af mönnum inn á eitthvað landsvæði þar sem þær valda usla, raska jafnvægi vistkerfisins sem fyrir, vaða yfir aðrar tegundir og komast þannig yfir í samkeppninni. Á Íslandi erum við fyrst og fremst að horfa á plöntur, til dæmis lúpínuna, sem var flutt hingað upp úr 1940 til þess að berjast við landfok. Við erum að tala um skógarkerfil, hann var fluttur hingað upp úr 1920 og nokkrar tegundir viðbót. Við getum líka talað um dýr eins og minkinn, hann var fluttur hingað 1931. Krabbategundir komnar í kringu landi núna, ýmislegt. En ágengar tegundir ekki alltaf bara slæmar. Lúpínan sem dæmi mjög umdeild á Íslandi. Hún var flutt hingað til þess að stöðva landfok og landgræðslu af því að lúpína mjög harðgerð. Flutt hingað kemur upphaflega frá Alaska. Getur vaxið við aðstæður sem aðrar plöntur ráða illa við. Og það sem líka merkilegt við lúpínuna að í rótarkerfinu hjá þeim vaxa bakteríur sem að binda nitur úr andrúmsloftinu í ákveðið nitursamband sem eru mjög nauðsynlegar fyrir allar plöntur. Þannig að lúpínan ekki bara bindur jarðveginn, heldur gerir hann næringaríkari fyrir plöntur líka. Og pælingin svolítið að lúpínan komi og græði upp svæði en bakki svo fyrir öðrum gróðri með tímanum. Og það hefur alveg gerst og það sé ekki að gerast eins hratt og í sama mæli og fólk kannski var að vona. En lúpínan getur líka vaðið yfir annan gróður, annan viðkvæman gróður, sér íslenskan, og þá það ekki gott. Þannig að þetta ekki þannig að plöntur eins og lúpínan sé æðisleg eða ömuleg. Hún getur verið bæði einu bara á sitt hvorum staðnum hvort fyrir sig. Yfirleitt það þó þannig að langtíma áhrifin af ágengum tegundum sem kom inn á svona svæði, þó svo þau séu að einhverju leyti jákvæð, þá eru langtíma áhrifin yfirleitt meira neikvæð.